Góðan daginn. Ég ætla á þessu námskeiði að fara aðeins yfir hvernig við getum notað Excel til þess að spara okkur vinnu við skráningu og hvað við höfum verið að gera í sambandi við innlestur á ýmsum skjölum sem að þið eru með í notkun. Ef við byrjum á það hvað við förum yfir, þá ætla ég að byrja á því að sýna ykkur hvernig hægt er að afrita gögn inn í færslubækur, hvernig auðveldast er að lesa inn Excel-skjöl í reglulegum innlestri, til dæmis í færslubók, í reikningabunka, í eignakerfi, í launabók og í kröfubók launa, og síðan innlestur á óreglulegum skjölum, tilfallandi skjölum sem við erum að lesa inn eða þurfum að búa til dæmis reikninga út úr eða lesa inn í færslubók. Hvar getum við lesið inn gögnin? Við getum sem sagt lesið inn í færslubók. Við erum síðan með sérskrifaða innlestra þar sem að við erum að lesa inn í reikningabunka sem mörg ykkar væntanlega kannast við, sérstaklega þó tengt skólum og frístundum, og síðan innfærslulistar sem að ég mun fara yfir, en það er væntanlega eitthvað sem að þið hafið minna notað, en það er það tiltölulega nýtilkomið. Ég mun gera þetta bæði í töluðu máli og eins sýna ykkur dæmi það hvernig við erum að gera þetta. Ef við byrjum á því að skoða hvernig við getum afrita færslubók og afrita inn í hana, breytt færslum og lesið það síðan tilbaka og skila þessum breytingum inn í færslubókina aftur. Og nú skulum við taka dæmi og skoða aðeins hvað við getum gert þarna og hvernig við erum að gera þetta. Hér erum við komin inn í Navision og við skulum opna þessa millifærslubók sem við erum með hér. Og þá erum við með hér færslur, þetta er eitthvað gamalt dót eins og þið sjáið, en það skiptir ekki máli. Það sem við ætlum að gera núna er það að við ætlum að fara með þetta hérna út í Excel og senda þetta hérna prenta þetta út í Excel. Þá kemur náttúrulega sjá Excelin inn á vitlausum stað hérna, en við björgum því. Hérna erum við komin með þessa færslubók og ég er búinn að breyta henni hérna. Ég er komin hérna með nýja dagsetningu og ég ætla ekki að eyða færslunum sem við vorum með í hinni færslubókinni, heldur ætla ég bara að gera þessar línur hérna sem við erum með hér, gera það bara bláar og velja síðan hérna að kópera þetta, förum síðan aftur inn í færslubókina og smellum hér og veljum hérna líma línur. Það sem að kerfið gerir núna er það að það les inn færslurnar sem að við vorum með þarna í skjalinu, og það kemur með, og það er sem sagt validerar allar skráningar og kannar hvort þær eru réttar. Þess vegna til dæmis fáum við upp þessa athugasemd hérna, af því þarna er einhver aðili sem er komin yfir heimildir.
Þannig að þá erum við búin að bæta þessu hérna við færslubókina, þessum færslum sem við vorum með hérna. Þetta getið þið gert, það er sem sagt þægilegt að gera þetta þannig að þið skrifið út í Excel-skjalið færslubók eins og ég var að gera þarna áðan, vegna þess að þá fáið þið layoutið að því hvernig færslurnar þurfa að líta út sem þið eruð að skrá eða búa til. Þannig að þá getið þið sem sagt búið til hérna í rauninni eða skráð hérna hvaða færslu sem er sem þið þurfið að lesa inn. Þetta geta verið leiðréttingar, þetta geta verið einhverjar reglubundnar færslu sem þið eruð að lesa inn eða í rauninni hvað sem er sem þið viljið fá inn í færslubók. Nú, það eru aðrir möguleikar hérna í þessu og bara aðeins að nefna það í framhjáhlaupi. Ég ætla bara að eyða þessu hérna sem ég var að lesa inn, sem að kemur. Það eru aðrir möguleikar sem að við eigum möguleika á að nota. Við getum vistað þetta sem staðlaða færslubók og í þessu tilviki þá er ég búinn að gera það. Og síðan get ég sótt staðlaða færslubók, þá er þetta heitið á þessari sem ég vistaði og þá get ég sagt bara hérna, ég ætla að sækja hana og ég segi bara í lagi og þá er hún búin að bæta þessum færslum við sem að ég afritaði. Þannig að þetta er sem sagt ein leiðin og þó að hún sé ekki tengd Excel. En þá skulum við halda áfram og þá skulum við fá Excelin upp aftur. Og sjá hvað við getum gert meira. Þið kannist við að þið eru með Excel-skjöl sem þið þurfið að búa til reikninga úr, dæmi slíka reikninga. Er til dæmis eitthvað sem að lítur svona út. Hérna erum við með skjal sem er sem sagt heimaþjónusta og það eina sem sagt við erum með í þessu skjali, við erum með kennitölu þess sem að nýtur þjónustunar, sem á að greiða þetta. Við erum með forðan sem að er sem sagt á viðkomandi gjald. Og hérna erum við með tímafjöldan sem að viðkomandi kaupir. Þetta skjal getum við lesið beint inn í bunka, beint inn í bunkafærslur og með því að nota þetta sem við erum með hérna. Við þurfum semst að velja hérna skráarheiti vinnubókar, við þurfum að velja heiti vinnublaðs og bunkans, sýnir ykkur það nánar þegar við komum þarna inn. Hvaða viðskiptareikning við erum að nota, hver upphafsdagurinn á að vera og síðan tegundir hérna ef það er að ræða. Og hérna erum við síðan að segja hvernig við ætlum að nota gögnin úr Excel-skjalinu. Þetta eru þeir sem við getum sem sagt þeir dálkar sem við getum lesið inn. Þannig að þetta er svona takmörku notkun og fyrst og fremst hugsað fyrir svona einfaldan tilfallandi innlestur úr skjölum. Nú, ef við förum þá aftur inn í Navision og nú skulum við opna bunkafærslurnar og sjá hvað við getum gert þar. Þá nota ég þetta til þess að mörkunna hér
Já, reikningabungar. Hér var ég með, tók sem dæmi áðan heimaþjónustuna og þá erum við með þarna innlestur dagdvöl. Þá erum við með þetta skjal sem við vorum hérna, þarna er búið að lesa það inn. Og þá er þetta gögnin sem eru í skjalinu. Innlesturinn, hann er í sjálfu sér afskaplega einfaldur því hérna þurfum við bara að gera þetta þannig að við byrjum á því að velja sem sagt skjalið sem að við ætlum að nota og í þessu tilviki erum við að nota þetta skjal hérna og þá fáum við hérna heiti vinnublaðs og það er þetta hérna sem við ætlum að nota og heiti bunkan sem við ætlum að lesa inn í, það er þá dagdvöl, það er þetta sem við erum með hér. Heiti viðskiptareiknings, það er eitthvað sem er heim, heitir heim, það er þetta hérna og uppáhaldsdagur, segjum að við ætlum bara að nota þetta núna, 30/09 og hérna væri hún að biðja okkur að eitthvað sem við ætlum að setja sem sagt á allt, við ætlum ekki að gera það. Fjöldi hauslína, það er sem sagt skýringarlínurnar sem voru efst á skjalinu. Þær voru, eins og þið sjáið hérna, þær eru sem sagt 2. Þannig að við erum að byrja að lesa inn í 3. línu og þá segjum við hérna að hauslínurnar séu 2 og síðan byrjum við bara hér, númer kennitölu, kennitalan hún var í A-reitnum, þannig að þá segjum við hérna A1, það er sérst fyrsti dálkur, dálkanúmer forða, hann er í dálki D, hann var hérna, dálkanúmer lýsingar, við viljum ekki að setja neina lýsingu á þetta vegna þess að hún kemur eins á alla. Við setjum, það er ekkert verkefni og það er ekkert verk og það er engin færslulýsing heldur, við setjum hana bara alltaf sem eitt sko. Dálkanúmer mæleiningar, það var semst klukkustund og það vorum við með í reit F og dálkanúmer max, það vorum við með í dálk G. Einingaverðið, það sækjum við á forðan, þannig að þegar við lesum þetta inn, þá myndast þetta skjal, þetta sem við erum með hérna bak við okkur og við þurfum ekkert að gera það núna, það er bara þetta sama og hér er. Þannig að við bara hættum við hérna og síðan myndum við reikningana og þá erum við að mynda reikninga inn í reikningagerðina úr þessum línum sem að hérna eru. Þetta er svona það sem við erum að nota sem er svona einföld uppsetning. Ef við erum að nota þetta fast og ef við erum að nota þennan innlestur mánuð eftir mánuð, þá myndum við ekki nota þetta. Vegna þess að í hvert skipti sem við förum hérna inn í innlesturinn, þá þurfum við að byrja aftur að skilgreina. Þannig að þetta er svona meira hugsað sem svona einskiptis aðgerð. En þetta var svona í fljótutum hvað þetta gerir. Nú, ef við hoppum aftur yfir í Excel-skjalið, nei yfir í segi ég kynninguna, þá er næst það sem er nýtt fyrir ykkur flest er þessir innfærslu listar. Þarna getum við búið til og skilgreint lista
sem að skilar gögnum inn í fjárhag, inn í færslubók, hvaða færslubók sem er. Við erum með eignir sem að skilar færslum inn í eignabók. Við erum með einfarsluleysla fyrir kröfubók launa og launabók sem að er þá fyrir launakerfið í VAS. Við erum með reikningabunka sem eru notaði fyrir flóknari Excel-skjöl, heldur við vorum að mynda reikningana áðan, þannig að þetta er svona aðeins meira. Og síðan erum við með lausafé, einfarsluleysla fyrir lausafé, sem að skila færslum í eignabók. Þetta er sem sagt vegna eigna sem eru utan efnahags. Ef við byrjum á að skoða þetta eins, þá erum við fyrst hérna með fjárhaginn. Þarna erum við með þau atriði hægra megin sem að þið eigið möguleika á að nota í færslubók. Þannig að ef þið eruð að búa til eitthvað skjal sem að þið eru með fast til dæmis, þar sem að þið eru til dæmis með einhver leiðréttingarskjöl sem að sem er alltaf eins og þið getið bara sett upp og gengið frá og stemt af og síðan lesið inn, að þá getið þið stillt þeim upp þarna í þessu og notað þau til þess að bóka færslurnar inn í fjárhag. Þetta getur líka notast vel, og ég þekki dæmi þess, þar sem menn er að sundurliða kostnað, sem er gert eitthvað sem er gert reglulega, mánaðarlega, ársfjórðungslega eða jafnvel árlega. Það er svona, þá eru þið með eitthvað skjal sem að myndar þessar færslur og þá getið þið lesið það inn. Nú, við erum einfarslulista líka fyrir eignir og lausafé. Þarna er sem sagt listar þar sem við getið lesið inn eða búið til færslur inn í eignabók og inn í líka fyrir lausaféð inn í eignabók, og þetta eru þeir reitir sem við getið lesið inn, eða sem sagt getið sótt Excel-skjalið má innihalda þessi gögn sem eru þarna hægra megin. Það er ekki hægt að bæta við einhverju, það er þá orðin breyting á kerfinu. Nú, í laununum, ég ætla nú ekki að fara neitt sérstaklega í það, þarna er bara sem sagt það sem þið getið gert varðandi launabækurnar, þarna það sem þið getið sem sagt lesið verið með í Excel-skjali og lesa og skila beint inn í launakerfið. Nú, ef við höldum áfram, þá erum við með reikningabunkana og þarna erum við með þessi atriði sem hægt er að lesa inn. Þetta er sem sagt, þarna erum við komin inn í einhver skjöl sem eru sem staðins flóknari heldur en það sem við vorum með í heimilishjálpinni áðan. Þarna erum við með sem sagt fyrir utan þá reiti sem við getum haft þarna í Excel-skjalinu, þá erum við til viðbótar með nánæri skilgreiningu á einstökum atriðum, þar sem við getum sem sagt bætt við sérstökum texta í sölulínur og við getum bætt við afsláttarprósentu og við getum valið sem sagt fjárhag, forða eða byrðir til þess að setja sem sagt fast gildi á viðkomandi línu. Þetta virkar auðvitað flókið og við skulum þess vegna kannski kíkja á hvað við erum að tala um þarna. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur Excel-skjal sem er dæmi um það hvernig við erum að gera þetta. Þetta er Excel-skjal sem að við útbjugum úr skjali sem að Árborg var að nota, og þannig að þetta er sem sagt skjal sem að þið getið fengið hjá okkur. Við sem sagt erum búin að breyta þessu og betrumbæta, og það sem að við erum með hérna í línunni, ef við bara horfum aðeins á þessar línur, þá erum við með hérna kennitölu greiðanda. Þetta er barnið, þetta er sá sem nýtur þjónustunar, hvort sem að það er barnið einhver annar. Hérna er eitthvað sem heitir aukavistun, þetta getur verið í rauninni bara hvað sem er. Hérna erum við bara að segja hver dálkur, hvað verðið á hverjum dálk er, og hérna erum við að skrá einingafjöldan.
Hérna kemur þetta útreiknað, hérna sem sagt grunngjald og hér síðan afsláttur og grunngjald. Og þá erum við með, getur verið hvaða afsláttarprósenta sem hér. Og síðan vistun sem þá viðbótar tímar. Grunngjaldið sem sagt innifelur einhvern ákveðin tímafjölda og hér þá að ræða viðbótar vistun og á það líka afsláttur. Hérna sér notandinn bara jafnóðum, upphæðina, þannig að hann hefur það áður heldur en hann hefur það ekki á sér og sér þetta áður heldur en að hann sendir frá sér gögnin sá sem heldur utan þessa skráningu. Þá sér hann hvort það eru líkur á því hann hafi verið að gera einhverja meiriháttar vilsu. Hérna síðan einingafjöldin á máltíðunum og upphæðin á þeim. Hérna hressingin og upphæðin á þeim og þetta síðan samtals það sem verður rukkað. Þetta skjal unnið þannig að fyrir notandan að þá hann bara hérna með dagatalið og hérna bara merkir hann. Þannig að hann bara skráir hérna hvaða tímafjöldi eða einingafjöldi á hverjum degi, í hverjum lið. Og þetta skilur sig síðan sem sagt hér í samtölunni og hér síðan dálkur sem að gefur notandanum kost á því að leiðrétta ef það eitthvað sem að hann þarf að leiðrétta frá fyrra mánuði eða eitthvað sem að hann þarf að leiðrétta með þessa skráningu sem þarna Þá getur hann gert þetta en hann aldrei að breyta neinu hér. Þetta sem bara skjalið sem innlestrarskjalið fyrir ykkur sem í bókhaldinu og þannig skila þetta sér inn. En ef við kíkjum nú á hvernig erum við að gera þetta í Navision, hvernig lítur skjalið út sem við þurfum að nota til þess að skilgreina gögnin, innlestrargögnin á þessu sem hér að ræða. Þá skulum við kíkja á það og þá förum við aftur inn í Excel og það getur nú við. Innfærslulistar heitir þetta. Þá fyrir við hérna, smellum hér og þá fáum við hérna upp innfærslulistar fyrir frístundaklúbbinn, þar að segja fyrir þetta Excel-skjal sem við vorum með þarna áðan. Þá fyrir við hérna í breyta til þess að skoða þetta. Og það sem við erum með hér þetta kódinn, þetta heitir þetta, skilgreiningin heitir þetta og færslubókartegundin, það eru reikningabúnkar. Þetta þessar tegundir sem ég var að tala áðan, þetta getur verið fjárhægur, þetta lesin í færslubók, eignir eða það lesin í eignirnar og kröfubók, launa og launabók eða þetta launin og lausafé ef þetta lausafjármunir sem þið vilji bæta inn í eignakerfið. En hérna erum við með þetta, bókarsniðmáti hérna, það bara skólar og þetta frístundaklúbbur og hérna þurfum við að setja viðskiptareikninginn og það bara eitthvað hérna, skól. Hérna erum við með skjalið sem við ætlum að sækja og það þetta hérna og það yfirlit. Síðan hér fyrir neðan þá erum við með þetta sem sagt eitthvað sem við geymum
Hérna getum við valið slóð þar sem við geymum þetta skjal, afrita af þessu skjali. Hérna erum við síðan að segja, ok, dálkanúmerið, við sem sagt erum með dálkanúmer 2 í þessu skjali sem við vorum með áðan, það heiti viðskiptavinar. Dálkanúmer 3 númer viðskiptanans, það sem sagt kennitalan. Hér erum við með lýsingu í dálkanúmer 4 og ef við kíkjum aðeins á skjalið, þá sem sagt dálkanúmer 4, það sem sagt nafnið á barninu. Síðan kemur magnið í dálkanúmer 5, það sem sagt aukavistun. Og síðan bara koll hvaða sem við erum að lesa hérna, bara dálkana sem við erum að lesa hérna inn. En eitt sem ég ætla að vekja athygli ykkar á, að hér erum við með afslátt og þá línunúmeri hérna fyrir aftan, þá stendur hérna 5 og hérna stendur 5. Það er að segja, við erum að lesa sem sagt fyrst forðan og svo afsláttinn. Og þá fer það kemur þetta inn í sömu röð og við erum ekki að bæta við línu. Hérna þetta sama, en hérna sjáum við að hérna innlestraröðin, hana vantar, þannig að þarna á þetta að vera þá 6 og 6, þannig að þetta komi inn, afslátturinn komi í rétta línu. Það sem að við gerum hér það að við lesum þetta inn línu fyrir línu og hérna fyrsta línan sem kemur á reikningin. Þess vegna þarf kerfið að vita þegar við lesum næsta að það á að mynda nýja línu. Þegar við lesum inn magnið í vistunin á grunngjaldinu, þá búin til ný lína. Og það ekki búin til ný lína hér fyrir afsláttinu, en það fer í sömu línu. Magnið hérna fer hérna verður vistunin, þá það ný lína og afslátturinn ekki, og síðan maturinn og hressingin, það ný lína. Þannig að með þessu móti, þá segjum við hérna að þetta fjárhagurinn, hann skilar sér svona og það segja forðinn, það þessi forði sem við erum að nota og þetta skjalið, næsti forði í skjalinu fyrir dálkinn sem sagt fyrir vistun grunngjalds. Þetta fyrir vistunina, það er að segja mánaðargjaldið, það þessi forði hér. Þetta forðin fyrir matinn og þetta forðin fyrir hressinguna. Það sem að gerist þegar við lesum þetta inn það að þá verður þetta til þá erum við hérna ekki að segja neina skilgreiningar, við erum bara að segja hvaðan við erum að lesa þetta inn, hvaðan við erum að lesa þetta og þá sjáum við hérna kemur sem sagt skjalið eins og við settum það upp í uppsetningunni, þannig að þetta staðsetningin, þannig að þá þurfum við ekkert að gera annað heldur en bara að segja í lagi til þess að þetta skjal skili sér inn. Nú, ég hef ekki dæmi, eða hef ekki skjalið innlesið, en það sem sagt þannig að það kemur inn í reikningabunkana alveg eins og hitt og þá kemur sem sagt fyrst nafnið á barninu, það kemur sem sagt efst. Og síðan kemur sem sagt hver lína inn á reikningin. Þetta með því að nota svona innlestur þá getið þið held ég flýtt heilmikið fyrir ykkur og fyrir öllum sem að vinna í einhverjum svona sem sagt flóknari innlestri
Og eins og ég segi, þetta skjal getið þið fengið hjá okkur þessa uppsetningu og nýtt okkur eins og þið viljið og við munum að sjálfsögðu aðstoða ykkur við að setja upp innlesturinn eins og hann þarf að vera hverju sinni. Nú, ef við förum aftur hér inn í innfærslulistana og förum hérna í test og segjum hérna breyta og núna ætlum við að breyta þessu hérna og núna ætlum við að nota fjárhag og núna erum við komið með eitthvert skjal sem við ætlum að lesa inn í fjárhag og þetta á að fara í bara einhverja bókhaldsskýrslu, bara millifærslur og þetta eru bara leiðréttingalistar, eitthvað svo leis og fjöldi hauslína, það er bara, setjið bara þegar þar kemur. Ok, hérna þurfum við að setja hérna einn til þess að ákveða að fá upp hérna gögnin sem að tilheyra fjárhag og við viljum hafa bókunardagsninguna, hún kemur hérna, hún er semst í dálki 1, númer fylgiskjals er í dálki númer nú far ég aðeins fram úr mér í dálki númer 2 er númer fylgiskjals í dálki númer 3 er reikningur. Nei, við skulum hann taka bildina bara hérna. Dálki númer 4. Það er reikningunúmer. Og í dálki númer 5. Já. Þarna glemdum við náttúrulega einu. Jæja, við setjum það bara hérna. Tegund fylgiskjals. Hvort þetta er fjárhagur eða viðskiptareikningur eða hvað þetta er. Og síðan erum við komið hérna í dálk númer 6 og þá er það orðið lýsing og dálkur númer 7 er þá upphæð. Þetta er svona dæmi það hvernig svona skjal, skilgreining á svona skjali gæti litið út. Þið getið að sjálfsögðu verið með eins margar svona skilgreiningar eins og þið viljið. Þetta er bara spurningin að gefa þessu heiti og skilgreina hvað er á bakvið heitið. Sjálfgildi sem eiga að vera í öllu, þá er það eins og viðskiptareikningur ef hann á að koma inn á allar færslur og ef að hver tegundin er, ef það á að vera á við allar færslurnar, ef að þetta er til dæmis fjárhagur, ef að þessar færslur eins og í þessu tilviki hérna er allt fjárhagur, þá þurfum við ekki að lesa það inn hérna fyrir neðan. Ef þetta er skjalið inniheldur bara forðafærslur, þá væri það hérna, en það er náttúrulega ekki við af því að það er varla verið að lesa forða í færslubókina. Nú, þetta var svona í svona á hundavæði, getum við sagt, svona gróft til þess að gefa ykkur hugmynd það hvaða möguleika þið eigið og hvernig þið getið notað þetta. Aðrar Excel-lausnir í innlestri er til dæmis innlestur á fjárhagsáætlun, þar sem við erum að lesa inn til dæmis áætlun á 12 mánuði
og síðan innlestur á áallana bókum þegar þeir eru komin inn í fjárhags áallana kerfið. Nú, það sem við eigum þá að hafa náð utanum á þessum stuttatíma hvernig hægt að afrita gögnin í færslubækur og hvernig auðveldast að lesa inn Excel-skjöl með reglulegum innlestri eins og það sem ég var að sýna ykkur síðast og síðan innlestri á óreglulegum skjölum. Þetta að sjálfsögðu þannig að þetta ekki eitthvað sem að ég gerir ráð fyrir að þið hafi náð fullkomlega í þessari yfirferð, en ég sendi ykkur þetta í PDF-skjali á eftir, þannig að þið getið skoða þetta nánar hvert fyrir sig og síðan að sjálfsögðu endilega að senda fyrirspurnir á okkur nú eða senda bara póst beint á mig. Nú ég vona að þið hafið haft gagn að þessu og þakka fyrir.